Já, það hjami.net sem heilsar á þessum miðvikudegi og það rosalegu leikur framöndan bara strax klukkan 4 Kili, bara beint og vinni. Nærðu að klára daginn í Já, ég málunum? stjórna mig sjálfur svo sem en mér langar að fara og færi bara að vinna meira næsta dag. Já. Það svona mín mantra. England, Kongo. Já, þetta bara mjög veldi. England pakkaði saman. Kongo bara sáttir, sko. Já. Pakkaði saman, ég allavega á 2-0, skilur. 2-0 through 1. Mike, þetta enn eitt clean sheetið hjá englendingunum? Enn eitt. Já, þriðja clean sheetið í röð. Panama og Ghana. Já. og Ghana. Já. Það 0-0 og 2-0. Það bara búið Það alltaf búið að sanna sig núna að þetta var slís. Þetta er fyrsti leikur í Englandi. Þetta var náttúrulega bara stór slís. Þetta móti Króatíu. Þannig þeir náðu í rafmagnsgítarinn. Já, þetta er bara eitthvað, maður datta eins í ruglið, sko, í nokkra klukkutíma að fara að halda þeir væri ógeðslega góðir, sko. Að þeir voru einhvern veginn í þeim leik bara gekk allt upp. En þetta enska landslið eftir það, þetta er náttúrulega bara búið að vera sorglegt og alveg nákvæmlega eins og ég spáði fyrir mótið og ef einhver ætlar að halda því fram að Thomas Tuchel sé að spila eitthvað skemmtilegri fótbolta heldur en okkar maður Southgateinn, þá er það bara ránt. Þeir voru bara í tómu brasi með Panama. Ég horfði á þann leik og ég menn það er bara 0-0 til 60 mínútur, sko. Já. Og þeir voru bara eiginlega ekki að fá nein færi. Ég ekki sammála Kela að þeir fara eitthvað að rúlla yfir Kongo. Kongo bara ágætt slið. Og ég sé bara ekki alveg með hvaða leikmann við að rúlla yfir. Vegna þess að sóknarlið á Englandi, þeir eru alveg hægri bakvaralausir. Og Declan Rice eitthvað tæpur. Og sóknarlega, það þetta bara töluðum umögt hérna fyrir einhver leiki hérna að hvað kemist margir leikmann í franska landsliði sem dæmi. Þessir englendingar svo utan Kane, þeir fengi ekki að æfa, sko. Og þannig að en þeir vinnin leik með 2 mörkum eins og þeir unnu hérna Panama. En þetta verður alveg 2-3-0. Þetta verður hark. Þetta verður hark, held ég. Mínus 1-5, alltaf flott. Hvað mínus 1-5? 1-9-3, við tökum það. Vá, það alvöru stuð til það. En ég meina að tjáa ykkur þetta enska Þeir eru búin að halda núna. Ég veit það, sorry, þeir ekki mjög góðir. En mér finnst þú tók mikið marka á þessu riðlakeppni. Þetta bara komið sér áfram. Argentína tapa á móti Sádi-Arabíu fyrsta leik síðan, skilur svo vinna bara mótið. Já, það er samt eitt að tapa fyrsta leik. Það er eitt að tapa fyrsta leik. Argentína tapaði fyrir Kamerún á sínum tíma fyrsta leik og Spán tapaði fyrir Sviss fyrsta leik 2010 og Argentína eins og hann segir tapaði fyrsta leik. En þegar þú getur ekki til leik 2 og ekki til leik 3 þá er það bara hluta keppni. Voru ekki svolítið komin áfram bara til fyrsta leik? Ég heldur að við svolítið fundið það bara. Það hefði náttúrulega verið algjör hörmung fyrir að það eru junni riðin. Það voru alltaf komin áfram eftir fyrsta. Síðan þetta bara svo mikið bara leikur mómentana sem þið taka sem bara Kongo nokkuð samfærandi. Fá svo Mexiko eða Ecuador í 16-lega. Þetta bara komin í 8-lega og allir farið að trúa. 3 lions on the shirt. Já, þeir trúa alltaf. Ég get alveg sagt það og þér líka og Kela vinniðin ef þeir ekki vera að vinna þetta mót. Nei, það er aldrei að vinna þetta en ég heldur þetta ekki nú bara svona Kongo og Mexiko eða Ecuador. Nei, ég ekki alveg Þeir ekki að vera að vinna, ég sammála því. En þú veist áhyggjafni mitt líka bara, hann ekkit hann búin að finna byrjunum sitt með Rashford og Saka og hvað hann að fara að vera með Anthony Gordon eða núna Madueke hann verður með Gordon Madueke byrjar alltaf ég er ekki viss með Gordon bara mjög lélegur sem móti hræðilur málið það að hann byrjar alltaf með miðjan bara klár reyndar var hann Andersson, Elliot Andersson var slakur í síðasta leik hann var frábæra móti Króatíu hann átti trúlega bara leik lífsins þar og fekk hann fína samning í kjölfarið fyrir City og hann var mjög slakur á móti Panama en málið það þetta er bara spurning held ég hvor byrji inn á ég held að hann byrji hann Madueke? Já, á hægri kantinum, ég held það mér finnst hann bara betri leikmaður en Saka hann er bara miklu hættulegri hann líka fer á hægri löppina hann skora lítið hann fer að hægri löppina Saka er alltaf leitandi inn á vinstri löppina og sérstaklega þegar þú ert með ekki betri hægri bakhjóldur en þetta og þetta er eini möguleiki þeirra þá verður eiginlega að vera með mann á hægri kantinum sem fer á hægri löppina Ég geti síðan að fara í Esri Konsa, Harry Bagg og John Stones inni með Mark Way. Það skríti líka hvað Kobi Manu hefði ekki fengið leikinu mútið Panama til dæmis. Já. Geti Kobi Manu bara farið í hægri bakkurinn í svo leik? Nei. Akkur ekki? Ég bara sé það ekki, ég sé það bara Rico O'Reilly getur spilað vinstri bakkur það var góður í hófólta, þeir vantar hægri bakkur þetta er náttúrulega, við erum með hann Tottenham gæja þarna í hægri bakkurinn Ég held að Esri Konsa getur verið hægri bakk Hann getur það, en ég venna það er ekkert að fara að koma eitt upp hægri bakkur Nei, þá ertu bara meira uppi með Nico O'Reilly
leifur hann svolítið að sita. Já, en ég myndi bara hugsa hans út í bóksið og setja Kobe Manu bara herri bakur. Þetta er á móti Dr. Kongo. Dr. Kongo, sko. Já, mér líst vel á þessu hugmynd þó ég sé Túkel ekki fara í þetta. Ég veit alveg hann fyrir ekki í þetta, ég er að koma með eitthvað hugmynd fyrir hann og við kannski heyrum í honum hljóðið. Já, ég meina það finnst mér bara gera eitthvað svona, setja góðan fótboltamann í hægri bakur. Declan Rice er nú alveg spila hægri baki og Arsenal einhver svona það fórnar honum aldrei niður. Það er ómikið að fórnunum. En þeir vinna hennar leik og þeir eru heppnir með aðstæðing, það er bara þannig. Og líka náttúrulega Mexiko, eða þú veist hvernig þetta virkar en máli er að þeir allavega heppnir með þennan leik og svo sjáum við bara til með framhaldi og þeir vinna þetta og við getum alveg sett -1,5. Já, við erum sammála, endum að taka -1,5. Bara tæpið 2 stuðul, það er nú maður er bara mjög hrifinn af því. Það er ástæði fyrir öllu. Já, en það er Belgia Senegal, Mike. Hvað er að fara að sjá fyrir okkur þannig? Þetta er bara mjög erfiður leikur, sko. En ég ætla ekki að vera eitthvað að sitja hérna og segja að Senegal hafi verið eitthvað frábæri sem móti, sko. Þetta er hundgamalt lið, ég er búin að segja það áður. Þeir fara samt áfram á erfiður riðli en þetta leit ekki vel út hjá þeim fyrir loka umferðina, sko. Nei. Þeir eru búin með 2 leiki á móti góðu liðum. Og það gekk bara ekki sérstaklega vel. Og hvernig fór Noregsleikurinn áttur? Töpuð 3-2, töpuð móti Frökkum 3-1. Já, voru 3-1 undarna móti Noreg. En þeir get ekki neitt þetta belgíska lið. Við erum að fara á Senegal, harðir. Við getum ekki alltaf verið að taka líklega liðið, sko. Nei. Við erum bara að fara á 3.57, bjóða góðan daginn. Já. Þú vilt ekki taka eitthvað jafntefli ekki með eitthvað? Getum alveg farið í það, skilur, en ef við ekki bara setja pungsan á borðið. Þú ert nú þekktu verið hann að bli. Já, stóristu. Það er nú bara sem betur fyrir að fær maður ekki byssu hausin og verður að taka þennan seðil þá, sko. Ég er bara enga trú á því að Senegal vinni Belgíu, sko. En hvað þarf að... Það er verið að tala hinn á þessi lið hérna í þáttum, sko, og svo er belgiska lið eitthvað ömurlegt. Ég meina Íran, þegar ég er jafntefli þá Íran voru bara mjög erfið andstæðingar sem standard við Belgíu, skoða liðið, það er ekki margir leikmenn sem þú þekkir hana. Nei, þetta er ekki næsti af gott lið og hefur verið en þeir eru samt með mattsvinnir í liðinu sem hafa enga tapa. Ég held að Senegal bara... Ég held bara Belgia að vinni Senegal. Þeir eru Afrikumeistrar, þeir eru með Mane, þeir eru með Adna Þeir eru reyndar ekki Afrikumeistrar. Ismail og Sarr. Já, en málið er að þetta er svolítið svona hvar er hann hérna Koulibaly? Koulibaly hefur ekkert alltaf verið í liðinu upp á síkastið, sko. Hann er ekki í liðinu? Nei, hann er svona bara inn og út fyrst mér, má ég sjá þetta? Er það ekki hár rétt hjá mér? Koulibaly, hann er náttúrulega svolítið gamall, sko. Já, þetta er náttúrulega svolítið old boys, þetta Senegal-lið. Já. Það er bara þannig, en gamallt er oft gott, en ég sé aldrei Senegal fara áfram hann nema þá mögulega bara í overtime eða vítaspyrnu. En ef að taka eitthvað milliveg á þessu og vera smá sæknir og setja bara Mane skori? Ef ekki frekar á að fara Ismail og Sarr. Jú. Hann er heitari. Já, ég er sammála kjela þar. Já, taka Sarr skori. Já, tökum Sarran. En svo náttúrulega er þið með Lukaku og hann líka. En það er bara svo erfitt að lesa eitthvað mínútur Lukaku fær. Við vorum með þetta hittum á hann myndi skora síðast. En hann dótti líka bara 1 mínútu DS, sko. Já. Er hann ekki byrjunleginu? Nei, ég hugsa. Lukaku. Þetta er sami stuðl og Senegal vinn. Þetta er erfiður leikur, en ég ætla bara að leyfa ykkur að... Ég segi Senegal vinna, við erum bara harðir, förum á það. Ég treysti á því. Þú mátt fara í jafntefli ekki með og vill líka, bara? Já, bara heima. Sem stjórnandi? Já, ég er bara... Hörðu okkar, farið þá bara í Senegal vinnuna leik. Ég ætla að leifa að taka Senegalna. En hvað en Senegal bara farið áfram? Hvað er á það? Já, það var svona Sigur Evis. Er hann að? 241? Já, ég færi nú frekar. Já, tökum það. Já. Ég er góður sáttasemjari. Þú var alltaf verið góður sátt. Það bara, þá ertu alltaf bara komið með hörku hérna leiki. Og þetta verður hörkuleikur, Belgia-Senegal, skemmtilegur leikur. Það er bara þannig, en Mike, þú ert auðvitað nýkomið frá Bandaríkjunum, búin að svolítið bara anda þessu bandaríska lofti og hvernig síðan erum við með Bandaríkin Bosnia. Þeir hafa náttúrulega ofurtrú að sjálfur sér, kaninn. Já, og það ég náttúrulega var þarna í Miami og það er náttúrulega alveg ljóst að þú eins og Bandaríkin á náttúrulega bara að vera með svona stórum og þú þekkir þetta nefnilega. Já. Þú þekkir þetta. Það skiptir ekki máli hvað niður er komið. Þetta er, þú veist, þótt að FIFA náttúrulega sé kannski að drulla eitthvað staðar og eitthvað, þá er þetta náttúrulega, þú veist, þið kunnið þetta alltaf á 10. En í Bandaríkjunum, í Miami, að þá er enginn að tala um Bandaríkin, það tala bara um Kólumbíu.
og það er bara miklu fleiri kólumbíum í Miami sko. Og málið það allir saman bandaríska liði þar. En þetta Kólumbía ekki að spila hennar leik sem ég var að setja okkur inn í. Þú ert að segja, ég var að andaði með loftinu sko. Ég veit ekki hvað þeim finnst bandaríska liði sem ég var, skilurðu. En mér finnst Bandaríkin hafa verið mjög góður þessari keppni og þeir tóku 9 stig líka eða ekki og það skiptir máli og Bosnía náttúrulega. Nei, 6 töpuð með Tyrklandi töpuð með Tyrklandi í restina, þeir voru búin að vinna riðilinn. Bandaríkin vinnur Bosníu bara. Kili, sammála? Ég sammála en ekki -1, förum bara í streitvinn 1-4, við tókum Senegal á svolítið háum stöði, þá jöfnum við þetta út. Sammála? Já, Bandaríkin þeir eru búin að spila mjög skemmtilega fótbolta. Pulisic klári í hennar leik. Það skiptir alveg máli. Já, það ekki svona. En ég sé ekki Bandaríkin að heima allir dett út í 32 úrslitum. Nei. Og það verður bara að segja þess að Bosnía eitt af 3 slökustu liðunum sem eru þarna held ég. Já, við munum ekki sakna þeirra. Nei, og þetta bara okkar félögum Ítalíu að kenna að þeir séu þarna. Við tökum Bandaríkin annar. Sama hvort Pulisic sem með eða ekki. Já, sammála. En ég held að Bandaríkin bara vinna hennar leik, hvort sem hann sem með ekki sammála því og bara fara áfram í 16 löguslitt. Þá bara getur allt gerst og þeir halda það sjálfur að þeir vinni mótið. En ég get alveg sagt það ekkert að vera að gera það sko. En englendingarnir ekki með Tim Ream í hansendurum. Hvort fer lengra á, tökum smá útidúr, hvort fer lengra á mótinu, England eða USA? Ég held að sko næsti leikur sem Bandaríkin fara áfram núna þá mæta næst annað hvort Belgíu eða Senegal og meðan England mæti þá er þetta Mexiko eða Ecuador. Svipalangt. Ég var að spyrja hvort fer lengra. Já, ég svipalangt, þú veist áttalega. Já. Ég held að fara bæði. Ég held að England fer lengra. Þar höfum við það, England fer lengra en Bandaríkin, sagt mækarunum. Takk fyrir okkur.